Atli Gíslason. Það var stórdagur í gær, 8 leikmenn að skrifa undir samning. Þetta ekki bara skilaboð út til hinna í klúbnum og stuðningsmanna að mennir hafa ekkert lagt áræri bát og að við höfum þurft að bíta í þá stóru epli að fara niður deild? Jó, það túlkaði á veldig á marga vegu, en fyrst og fremst náttúrulega bara hamingjusamur að þessi strákar vilji halda áfram þáttu við höfum eins og segir fallið, og þá erum við held ég staðnir í að gera allt sem við getum til þess að fara beint upp aftur. Já, það klárlega svo stemming í hópnum að menn ætla ekkert að staldra við í fyrstdeildinni. Nei, síðasta sumar var rosalega skemmtilegt fyrir strákana og alla Þórsara. Það var mikið að vera og gekk vel að mörgu leyti. Við vorum að brjóta blað, náðum langt í bikarkeppni og skilum okkur erfkeppni og náðum í 21 stig sem að kannski fáum reknuðu með í upphafi, en það duði okkur ekki og þess að kannski voru vonbrigðin. En já, eins og segi, við fórum alla leið í bikarúrslit og þannig að svo hægt að endalaust hægt að velta sér upp úr hvað hefði mátt betur fara á allt að, en er svona heilt yfir þá gekk sumari á margan hátt vel. Við fórum lengra margan grunaði. Já, það er alveg rétt, þetta er kannski komið á mörgum óvart, en ég taldi á samt held ég strákonum öllum að við varum með nógu gott lið til þess að gera góða hluti í þessari deild, og gerði vissulega marga góða hluti, en það sem eftir stendur er að við fjallum og tilfinningin að vera í þessari deild er rosalega góð sem Þórsari að vera þarna uppi á meðal þeirra bestu, þannig að ég hef trú á því að við snúum bökum saman núna og höfum aftur skemmtilegt sumar og það er eiginlega hægt að lofa því að við mætum með álögu litileiks í fyrstdeildina og Evrópukeppnina í sumar. Það er bara annað ekki búið. Þannig að það er í raun og veru púðri sem að strákarnir hafa núna frá síðasta sumri og vitneskinn hvað er gaman að vera þarna uppi, það eigi að ýta mönnum áfram í komandi verkefnum. Já, ég meina, sagði ekki einhver að þetta orðað til ekki, engi veit hvað átt hefur fyrir mistefur, það hafa strákarnir núna flest allir kynst þessu í fyrsta skipti, voru ekki búin að spila í þessu deild áður, þannig að okkur leið vel í efstu deild og þess vegna veit ég að menn vilja sækjast í það aftur og ég hef trú á því að ef við stöndum saman allir og höldum áfram og spýtum í, að þá er aldrei að vita nema að þessi veljan koma aftur yfir okkur Þórsara. Nú þekkir þú það sem gamall refur úr boltanum sem leikmaður að spila bæði í efstu deild og fyrstu deild, þannig að það á ekkert að vera vanbúnað að þetta núna bara fyrir því sem þjálfara að komast þarna aftur. Já, auðvitað er það náttúrulega markmið nummer 1 eins og staðinn í dag. Ég ásett að leikmenn verður enn að sleikja sárin, en auðvitað má maður ekki taka ólanga tími það, en hins vegar veit ég það fyrir víst að það er ekkert sjálfgefið að þá okkur langir rosalega mikið að fara upp aftur að það gerist. Fyrstdeildin er mjög erfið, en þeir eru búin að berjast þar í mörg ár og það hafðist með dramatískum hætti þegar hún síðast í fyrstdeildin að komast upp, þannig að jafnvel því sem að ég er bjartsitt fyrir hönd okkur Þórsara ef við höldum áfram þess sem við höfum verið að gera og höldum flestum leikmennunum, þá eru meiri líkur heldur minni að það sé raunhæft að við séum að fara beint upp aftur, en þetta verður bardagi. Fyrstdeildin er gríðarlega erfið og sérstaklega þurfum við að sýna tennurnar á útivöllum. Ég hef minni áhyggjur af frammistöðu okkar inn á heimavelli. Palli, nú ef þú lítur svona öxl og gerir svona upp sumari svona bara í fáum orðum, hvernig líður þér samt sem áður þrátt fyrir þetta var skemmtileg sumar? Já, þetta var mjög skemmtileg sumar og lærdómsríkt örugglega bæði fyrir leikmennina eins og mig og okkur þjálfaran alla. Þetta var rosalega gaman og það er kannski það sem maður hefur ekki alveg
náða að láta vera efst í kollinum á sér eftir daginn í Keflavík, en vissulega voru margir ákveð hluti sem gerðust í sumar og þess vegna kannski held ég að menn vilji sem fyrst byrja mótið aftur til þess að leiðrétta þetta, að reyna að koma okkur aftur hann upp að sem við hefum en vissulega voru atriði og leikir í sumar sem að þegar maður lítur tilbaka hefði vilja sjálfsögðu öðruvísi, það er gott að vitur eftir á en það eru auðvitað fyrst og fremst það sem að þjálfarinn hugsar eru gerði þetta rétt eða gerði þetta vitlaust eða hvernig sem það var bæði með inn á skiptingar og val í lið en kannski tvö atriði sem að við farið svolítið hátt, það var bakpokaferðin fræga sem að ég alltaf hef gaman að tala og eins og þessi leikur á móti Stjörnuna sem að leikmenn voru hvíldi við bikarúrslitaleik. Þessum tveim sérstaklega hlutum sé ég alls ekki eftir, bara þannig að það komi alveg fram og ef ég var í svipari stöðu að ári og svo framvegis þá var þessi atriði sem að ég myndi gera aftur og til þetta ekki að vera mistök, en sjálfsögum að fólk hafa skoðanir á því en það eru aðri hluti sem að ég kannski naga mig meira sem að þjálfarar velta fyrir sér fram og tilbaka ef og hefðu allt það, þannig að auðvitað voru fullt af hlutum sem að maður hefði viljað gera öðruvísi eftir á en maður verið að standa og falla með þessu og ég skammast mér ekkert fyrir að segja það að ég var mjög stoltur í sumar og mér fannst liðið eiga skilið meira heldur en niðurstaðan var, það er bara þannig. Palli, þú sagði við okkur þegar við tókum viðtalið við því fyrir ári síðan þegar við unnum okkur upp í úrvalsdeild að lykillinn væri að halda hryggsúlunu í liðinu til þess að fara upp í úrvalsdeildina og það tókst og það lítur vel út núna. Við áttum frábæra stuðningsmenn í sumar sem að þú sagðir að væri á úrvalsdeildarklassa og þeir verða það áfram, þeir voru ofboðslega flottir í sumar. Já, þetta eru án efa þó að menn vilji setja eitthvað á blað og velja einhver aðra, þá er það bara eins og það er en þeir eru klárlega flottustu og bestu stuðningsmenn Íslands í knattspyrnu, það er bara ekkert flókið og þessi úrvalsdeildarklassi sem ég myndir svo oft á, það er ekki spurning það, þannig að nú gera það bara eins og við leikmenn, við brettum upp ermar og nú verða þær í samnæðis í Evrópuklassa, það er bara þannig. Já, þannig að en eins og við segjum, sko, það var til dæmis á bikarúrslitaleiknum, þar vöktur alveg landsathygli fyrir það að þar sá þjóðin hvers konar hópur þetta var sem stóð á baki liðsins. Já, dagurinn var alveg frábær og frábært að sjá alla þessar Þórsara samankomna þarna og taka þátt í þessum degi með mjölismönnum sem að stjórnuðu sem voru frábæri og ég efast að þeir hjá KSÍ hafi séð slíkan stuðning sem að liðið fekk þar og tölum að það var fínt að þetta var svona landsleikjum líka en eins og segi þá eiga þeir meirinn allt gott skilið þessi mjölismenn og ég vona svo sannlega að þeir haldi áfram og hjálpa okkur að skila okkur aftur upp í þessa deild og eins og ég segi þá er þarna Evrópukeppni í boði sem kannski ekki hefur oft verið hérna á boðstofnum á Þórsvelli, þannig að kannski stimplaði sín Evrópu líka, það er bara frábært. Palli, þannig að þú satt þrátt fyrir að þú horfir björtum augum til framtíðar, veturinn er bara verður verkefni núna að þétta raðirnar og gera eins gott af því sem hægt að gera og halda bara stefna upp á því. Já, ég meina ég hefa búin að jafna mig hana þar sem við erum búin að jafna mig eftir þetta Keflavíkur dæmi, þetta er auðvitað fer illa í mann þegar maður dettur svona deild og ég veit að leikmenni líka og hafa auðvitað tekið sér tíma í þetta að jafna sig en eins og staðan er núna þá er ég meir en 100% til í það að gera allt sem ég get til þess að liðið verði klárt og við þjálfararnir vetur verður vonandi bara erfiður og jafnframt skemmtilegur fyrir strákana og við mætum sterkar en áður þegar mótið byrjar og þá hef ég trú á því að við getum fara að brosa meira heldur en við gert undanfarnar vikur. Palli, eitthvað sem þú vilt segja á lokum? Já, nú er kannski fullt sem maður langar til að segja en fyrst og finnst það bara að leggja í árar í bát og
allir sem einn Þórsara, bara áhorfendur og stjórn og leikmenn og þjálfarateym og allt að þetta ekki í þann gírinn að halda þessi eymd og volega bara framöndan. Það fullt af efni við í Þór og margir góðir leikmenn, þannig að ég held að framtíðin sé björt og það eru spennandi tíma framöndan. Næsta sumar verður skemmtilegt, það muna margir eftir sumurinn þegar við vorum upp, það var líka gaman þó að það verið fyrstild, þannig að ég vona bara að við getum endurtekið það og horfum að sjálfsögðu björtum augum á næsta sumar. Það ekkert annað sem hægt að pæla í núna. Takk fyrir og gangið vel.